Og þá fer að líða að þessu við fáum fyrsta Holly Braut í gæðingatölti í barnaflokki. Það Súsanna Sóley Steinarsdóttir en hún ríður ein út af afskráningum en það já. Býttu aðeins Súsanna, ég ekki búin að kalla því braut, þetta kemur allt saman eftir bara smá stund. Þórir Örn, þú gefur mér svo merki þegar allt klárt þín megin.
Hvað segið þið hinum megin? Allt klárt? Ykkar megin, dómarar og rítarar? Þið gefið mig merki. Já, eigum við ekki bara tólka þannig að þögnum saman samþyggi og fáum fyrsta keppanda í braut. Það er Súsanna Sóley Steinarsdóttir og hringadrottning frá Kolsholti 3, 9 metra brún undan hring frá Gunnastöðum 1 og Blædísi frá Kolsholti 3. Þú mátt ríða í braut, Súsanna. Hrafnar Freyr, Oliver Síren og Úlfar Logi ætla svo að vera tilbúnir í öðru holli. Og það er búið að loka vellinum og þú hefur keppni og sýnir okkur hægtöld, gjörðu svo vel. Og þú mátt hægja niður, þetta er komið. Og þú sýnir okkur núna fegurðartöld. Fegurðartöld, gjörðu svo vel. Og þetta er komið, takk fyrir, þú mátt hægja niður. Glæsilegt, takk ykkur fyrir Súsanna og hringadrottning. Og þá í næsta holli eru að koma Hrafnar Freyr Leósson úr Fáki og Heiðar frá Álfhólum, 9 vetra rauður, undan Eyvari frá Álfhólum og Iðunni frá Dalsmynni. Og Hrafnar Freyr er merktur með rauðu. Og Oliver Síren Matthíasson úr Fáki og Gróa frá Þjóðólfsaga 1, 12 vetra brún, undan Loka frá Selfossi og Gillingu frá Kirkjubæ og Oliver er merktur með gulu. Og Úlfar Logi Gunnarsson úr Sörla og Dís frá Sveinstöðum, 8 vetra rauð blesótt, undan Sólóni frá Skáni og Gleði frá Sveinstöðum og Úlfar Logi er merktur með grænu. Og einkunni fyrir Súsannu Sóleyju og hringadrottningu eru 7,6, 7,58, 7,85 og 7,75 og mér vantaði eina tölu. Afsaki það, var aðeins svo fljóta á mér. 7,73 gerir 7,70 og þannig er að Hrafnar Freyr kominn og Heiðar. Þá Oliver Síren og Gróa. Og lokum Úlfar Logi og Dís. Og þá er búið að loka vellinum og þið hefjið keppni á hægu tölti, gjörið svo vel.
Og þið ætlið að hægja niður. Þið hægja niður og þið snúið við. Og þið sýnið okkur fegurðar tölt upp á hægri hönd, gjörið svo vel, og Viktoría Huld og Aron Einar ætla að vera tilbúin í næsta holli. Og þetta komið, takk fyrir, þið megið hægja niður. Þetta var hol númer 2 og við fáum svo hol númer 3 í braut. Viktoría Huld Hannesdóttir úr Geysi og Þinur frá Enni, 13 vetra brúnn undan eldi frá Torfunes og sendingu frá Enni og Viktoría er merkt með rauðu. Ég ætla að biðja þig, Hrafnar Freyr, að koma við í fótaskoðun og leiðinni tilbaka. Og með Viktoríu er Aron Einar Ólafsson, einnig úr Geysi, situr Alfreð frá Skör, 14 vetra gráan undan Herjólfi frá Ragnheiðarstöðum og Ariel frá Höskuldsstöðum og Aron Einar er merktur með gulu. Og það er búið að loka vellinum, þið sýnið okkur hægt tölt, gjörið svo vel. Og 4. hol ætlar að vera tilbúið Jóhanna Lea, Helga Rún og Kristín Rudd. Og þetta er komið á hægu tölti, þið hægið niður og þið snúið við. Og þið sýnið okkur fegurðar tölt upp á hægri hönd, gjörið svo vel.
Og þetta komið, takk fyrir, þið megið hæja niður. Nú ég átti eftir að lesa upp einkunni fyrir Hrafnar, Freyr og Heiðar hérna áðan, 8,25, 8,48, 8,08, 8,60 og 8,23 gera 8,33. Oliver, Sýrin og Gróa, 8,33, 8,63, 8,10, 8,65 og 8,55 gerir 8,45. Úlfar Logi og Dís hljóta 8,15, 8,1, 7,93, 8,33 og 8,28 gerir 8,16. Og þá í fjórða holli að koma Jóhanna Lea Hjaltadóttir úr Fáki og Harpa Dama frá Gunnarsholti, 14 vetra rauð blesótt undan Glóin frá Halakoti og Gólu frá Gunnarsholti og Jóhanna Lea mert með rauðu. Þá kemur Helga Rún Sigurðardóttir úr Fáki og Flipi frá Bergstöðum Vatnsnesi, 17 vetra bleik blesóttur undan Gretti frá Grafakoti og Flikku frá Bergstöðum Vatnsnesi og Kristín Rutt Jónsdóttir úr Spretti situr Straum frá Hofstöðum Garðabæ, 14 vetra Jarpan undan Smára frá Skagaströnd og Brungu frá Varmadal og Kristín mert með grænu. Einkunnir fyrir Viktoríu Huld og Þinn eru 8,60, 8,75, 8,50, 8,60 og 8,73 gerir 8,64 og það fyrsta sætið eins og og Aron Einar og Alfreð hljóta 8,15, 8,05, 7,90, 8,25 og 8,03 gerir 8,08. Ég ætla að biðja þig Aron Einar svo að koma við í fótaskoðun, já þú ert örugglega kominn þangað. Og þarna kemur Kristín og þá búið að loka vellinum og þið sýnið okkur hægtöld, gjörið svo vel og 5. holl ætlar vera tilbúið, Alexander Þór, Birna Rós og Karitas Fjellsteð. Og þið megið hæja niður, þetta komið af hægu tölti, þið snúið við. Og þið sýnið okkur fegurðar tölt upp á vinstri hönd, gjörið svo vel. Og þið megið hæja niður, þetta komið. Þetta komið, þið hægið niður og 5. holl ætlar að vera tilbúið að fara að ríða í braut. Já, það að gera það út á uppbytunarvelli að hlaupa í að opna og loka hliðum og merkja knappa og svona. Alltaf gaman af því, en í 5. holl að koma Alexander Þór Hjaltason úr Fáki og ópera frá Hestasín, 7 vetra brún skjótt undan Herkulesi frá Ragnheiðarstöðum og Hörpu frá Borgarnesi og Alexander Þór mertur með rauðu. Ég ætla að biðja ykkur stelpur að láta kasta toppi út af hliði.
Þá kemur Birna Rós Steinarsdóttir úr Geysi og Alma frá Breiðholti í Flóa, 9 vetra brún, undan Hannari frá Flugumýri 2 og Gunnvöru frá Miðsitju og 3. knappinn í Karitas Fjellsteð úr Borgfirðingi, Sitju Dimmalim frá Þorláksstöðum, 10 vetra brúna, undan Vigra frá Reykjavík og Dimmu frá Barkarstöðum. Einkunnir fyrir Jóhönnu Leu og Hörpudömu eru 8,18, 8,23, 8,13, 8,25 og 8,35, gerir 8,23. Helga Rún og Flipi hljóta 7,98, 8,08, 7,95, 8,23 og 8,35, gerir 8,12 og Kristín Rut og Straumur hljóta 8,75, 8,45, 8,58, 8,95 og 8,68, gerir 8,68 og það er fyrsta sætið eins og er. Það er búið að loka vellinum, þið hefjið keppni á Hægutölti, gjörið svo vel. Og þetta er komið af Hægutölti, þið hægið niður. Og þið sýnið okkur fegurðartölt upp á hægri hönd, gjörið svo vel. Og þið megið hægja niður, þetta er komið. Og í 7. holli er að koma Hilmir Páll Hannesson úr Spretti og Grímur frá Skógarási, 14 vetra Jarp Blesóttur. Undan Herjóli frá Ragnheiðarstöðum og Lind frá Ármóti og Hilmir Páll mertur með rauðu. Ég ætla að biðja þig, Alexander, að koma við í fótaskoðun og leiðin tilbaka. Og í mert með gulu er Aldís Emilía Magnúsdóttir úr Dreyra og Elja frá Birkihlíð, 10 vetra grá, undan Æsi frá Efra-Hreppi og Virðingu frá Birkihlíð og mert með grænu er Sigríður Elva Elvarsdóttir úr Skagfirðingi og Tindur frá Núpstúni, 15 vetra brún stjörnóttur, undan Fláka frá Bleisastöðum 1A og Hillingu frá Núpstúni. Og þið ætla að vera hægra megin í rennunni þegar þið mætist. Hilmir Páll að koma þarna, nú vantar við bara einhvernir frá 3. dómara.
Og þá eru þið öll komin í braut og þið hef ég keppni á hægu tölti, gjörið svo vel. Og ég ætla að biðja 7. holum að vera tilbúið, Vigdís Björk, Sunna María og Kristján Fjellsteð. Og þið ætlið að hægja niður og þið ætlið að snúa við. Þið sýnið okkur fegurðar tölt upp á vinstri hönd, gjörið svo vel. Og þetta komið, takk fyrir, þið megið hægja niður. Ég ætla að biðja þig Aldís Emilía að fara í fótaskoðun á leiðinni tilbaka. Og 7. holm á ríði braut, þar kemur fyrst Vigdís Björk Sveinbjörnsdóttir úr Herði og Harka frá Skógarási, 13 vetra brún stjörnótt, undan Prins frá Njarðvík og Perlu frá Eyrarbakka og Vigdís Björk merkt með rauðu. Sunna María Játvarsdóttir úr Herði næst, situr Dögun frá Strandarhjáleigu 6 vetra brúna, undan Arjóni frá Eystra Fróðholti og Köru frá Strandarhjáleigu og Sunna María merkt með gulu. Og þriði knabbinn Kristján Fjellsteð úr Borgfirðingi, situr Svarthöfða frá Ferjukoti 7 vetra brúnan, undan Sólóni frá Skáney og Alrúnu frá Nýjabæ. Einkunnir fyrir Alexander Þór og Óperu 8,03, 8,05, 8,0, 8,33 og 8,43, gerir 8,17, Birna Rós og Alma hljóta 8,35, 8,30, 8,05, 8,50 og 8,48, gerir 8,34, það er 5. sætið. Karitas Fjellsteð og Dimmalim 8,0, 8,08, 8,05, 8,28 og 8,0, gerir 8,08. Annar dómari myndi staðfesta. Þið eru þá mætt í braut og þið hefjið keppni á hægu tölti, gjörið svo vel. Hilmir Páll og Grímur hljóta 8,55, 8,48, 8,28, 8,70, 8,55, gera 8,51 og það er 3. sætið eins og er. Aldís Emilía og Elja hljóta 8,30, 8,13, 8,20, 8,33 og 8,33, gera 8,26. Og Sigríður Elva og Tindur hljóta 7,73, 7,75, 7,85, 7,78, 8,23 og 8,20, gera 7,96.
Og þetta komið af hægu tölti. Þið hægið niður, snúið við. Sýnið okkur fegurðar tölt upp á hægri hönd, gjörið svo vel. Og Gabriela Máney og Jón Guðmundsson ætla svo að vera tilbúin í næsta holli, númer 8. Og þetta komið, takk fyrir, þið með hægja niður. Þetta var hol númer 7 og við vindum okkur í það 8. Þar kemur fyrst Gabriela Máney Gunnarsdóttir úr Sleipni og Bjartur frá Hlemmiskeið 3. 11 vetra Móalóttur undan Hrannari frá Flugumýri 2 og Dagbjörtur frá Hlemmiskeið 3 og Gabriela er merkt með rauðu. Og Jón Guðmundsson úr Geysi setur Kvelpu frá Ásmundarstöðum 3, 7 vetra gráa undan Jökli frá Rauðalæk og Kvellettu frá Ásmundarstöðum og Jón er merktur með gulu. Afsakið, Jón er ekki, hann er búinn að afskrá. Hann er bara hérna á ráslistanum hjá mér á blaðinu en ekki í sportfeng, þannig að hann er sá sem gildi, en Gabriela Máney ríður 1. Vigdís Björk og Harka hljóta 8,30, 8,28, 8,25, 8,33 og 8,33, gerir 8,30. Sunna María og Dögun 7,95, 8,23, 7,93, 8,18 og 8,0 gerir 8,06 og Kristján og Svarthöfði hljóta 8,13. Já, þú hefur keppni, Gabriela, á hægu tölti, gjörðu svo vel. Kristján og Svarthöfði hljóta 8,13, 8,43, 8,13, 8,30 og 8,33 gerir 8,26. Og þú mátt hægja niður, Gabriela. Og þú snýrð við. Og þú sýnir okkur fegurðar tölt upp á hægri hönd, gjörðu svo vel, og Karitas Ylva og Emilía Ösp ætlar að vera tilbúnar. Emilía Ösp og Fríður frá Búlandi, þeir eru vinsalast að gefa ykkur fram við fótaskoðun eða merkingu.
Og þetta komið Gabriela, takk fyrir, þú mátt hægja niður. Þá næst í braut 9. hol. En okkur vantar hana Emilíu. Þarna sýnist mér hún koma, Emilía Ösp og Friður. En þú mátt ríða í braut. Karitas Ylva Davíðsdóttir úr Háfetta situr sigur frá Sælukoti, 8 vetra rauð stjörnóttan undan hróki frá Hjarðartúni og lyftingu frá Sælukoti. Og Karitas merkt með rauðu. Og með henni Emilía Ösp Hjálmarsdóttir og Friður frá Búlandi. Emilía kemur úr Geysi, Friður 19 vetra gamall, jarpur að lit undan Dalvari frá Ísholtshjáleigu og Kengálu frá Brattavöllum. Og Emilía merkt með gulu. Og ég ætla svo að biðja Ragnar Dag og Evu Dögg að vera tilbúin í næsta holli, númer 10. Og það búið að loka vellinum og þið sýnið okkur hægt hölt, gjörið svo vel. Og þetta komið stelpur upp á hægu tölti, þið snúið, hægið niður og snúið við. Og þið sýnið okkur fegur á tölti upp á vinstri hönd, gjörið svo vel. Og þetta komið, takk fyrir, þið megið hægja niður. Og í 10. holli að koma Ragnar Dagur Jóhannsson úr Spretti og snillingur frá Sólheimum, 19 vetra rauð skjóttur undan Dagbjarti frá Sólheimum og Grímu frá Holti 2 og Ragnar merktur með rauðu. Ég ætla að biðja þig Emilía Ösp að koma við í fótaskoðun á leiðinni tilbaka og með honum inn á Eva Dögg Mógard Ólafsdóttir úr Geysi og situr Eldeyju frá Miðkoti, 7 vetra jarpa undan Fálka frá Miðkoti og Enju frá sama stað og Eva Dögg merkt með rauðu. Gulu, afsakið, Eva Dögg merkt með gulu. Einkunnir fyrir Gabrielu
og Bjart eru 7,93, 8,10, 8,10, 7,25 og 7,98 gera 8,07. Karta Silva og Sigur hljóta 8,10, 8,28, 7,93, 8,20 og 8,15 gerir 8,13. Og Emilía Ösp og Friður hljóta 8,05, 8,23, 8,20, 8,23 og 8,25 gerir 8,19. Og það búið að loka vellinum, þið sýnið okkur hægtölt, gjörið svo vel. Og 11. hol ætlar að vera tilbúið, Sólbjört, Elvíra og Lilja Berg. Og þið megið hægja niður, þetta komið. Þið snúið við. Komdu kannski aðeins lengra, Ragnar, áður hún snýð við. Komdu aðeins lengra. Þarna farðu þá snúa við núna. Glæsilegt. Og þá ætlið þið að sýna okkur fegurðar tölt upp á hægri hönd, gjörið svo vel. Og þetta komið, takk fyrir, þið megið hægja niður. Þið megið hægja niður. Og ég ætla að biðja 11. holum að ríði braut. Sólbjört Elvíra Sigurðardóttir úr Fáki, situr Hugleik frá Fossi, 23 vetra rauð stjörnóttan undan Stjarna frá Dalsmynni og stór stjörnu frá Ormstöðum. Og með henni Lilja Berg Sigurðardóttir úr Spretti, situr Viljar frá Hestheimum sem 22 vetra rauð stjörnóttur undan Tívari frá Kjartanstöðum og Vör frá Varmalæk. Sólbjört mert með rauðu og Lilja Berg með gulu. Einkunnir fyrir Ragnardag og Snillingur 8,38, 8,13, 8,05, 8,35, 8,28, gerir 8,24. Og Eva Dögg og Eldey hljóta 8,38, 8,25, 8,18, 8,45 og 8,33, það gerir 8,32 og það er 7. sætið eins og er. Þú mátt ríði braut, Sólbjört. Þú setur upp á hægt tölt, Sólbjört. Og svo kemur Lilja. Þú setur upp á hægt tölt einnig, búið að loka vellinum, þið hefjið keppni, það er hægt tölt, gjörið svo vel. 12. hol ætlar að vera tilbúið, Sigrún Freyja og Sigursteinn Ingi.
Og þetta komið að hægu tölti. Þið hægið niður og þið snúið við og ég ætla nú að biðja hann Aron Dýru afsökunar á það ekki minnst á hann hérna áðan í 12. holi en hann að sjálfsögðu þar einnig, Sigrún Freyja, Sigursteinn Ingi og Aron Dýru. Þið eru búin að snúa við, þið sýnið okkur fegurra tölt upp á hægri hönd, gjörið svo vel. Glæsilegt hjá ykkur, takk fyrir, þið megið hægja niður. Þetta komið og við fáum 12. hol í braut. Ég ætla að biðja þig Lilja Berg að koma við í fótaskoðun á leiðinni tilbaka. 12. hol, Sigrún Freyja Einarsdóttir úr Sleipni, situr vöku frá Sæfelli, 18 metra brúna, undan Eldjárni frá Tjaldhólum og Stjörnudís frá Álftanesi og Sigrún Freyja merkt með rauðu. Sigursteinn Ingi Jóhannsson kemur þar næstur, kemur úr Spretti, situr búa frá Ásmundarstöðum 3, 11 vetra brúnan undan Adami frá Ásmundarstöðum og Gullhettu frá sama stað og Sigursteinn merktur með gulu. Og svo það Aron Dýru Guðmundsson úr Geysi, situr Sunnu frá Rauðalæk, 6 vetra brúna undan Spaða frá Stuðlum og Snúru frá Rauðalæk og Aron merktur með grænu. Þú setur upp á tölt, Sigrún. Mér vantar einkunnir frá fyrsta dómara fyrir 11. hol. Og þá búið að loka vellinum og þið hefjið keppni og hægu tölti, gjörið svo vel. Svala Björk og Svandi Svafa ætla svo að vera tilbúnar í 13. holi. Og þá ætlið að hægja niður, ég ætla nú aðeins að greiða betur úr ykkur, Sigrún, kom þú lengra inn á langleiðina áður en þú ekki snúa við strax, má sjá, Aron, snúð þú við strax, haltu svo bara áfram á feti, Sigrún, kom þú lengra, þú hingrar bara þarna aðeins, Sigursteinn, þú mátt fara að snúa við núna, svona glæsilegt og þú Sigrún, svo mátt þú fara að snúa við líka. Þá þetta svona heldur skárra en áðan. Svona já, þá allir komin upp á vinstri hönd, þið sýnið okkur fegurðar tölt, gjörið þið svo vel.
Þetta komið, takk fyrir kærlega, þið megið hægja niður. Nú einkunnir fyrir Sólbjörtu og Hugleik voru 8,10, 7,90, 8,15, 8,13, 8,03, gerir 8,06 og Lilja Berg og Viljar hljóta 7,48, 7,53, 8,15, 7,80 og 7,98, gerir 7,79. Þá ætla 13. hollariði braut, Svala Björk Hlynsdóttir og Eindís frá Auðsholtshjáleigu. Eindís 10 vetra gömul, brúna lit, undansbrota frá henni og ternu frá Auðsholtshjáleigu og Svala Björk mert með rauðu. Þá kemur Svandís Svava Halldórsdóttir úr Borgfirðingi, situr fleig frá Snartartungu, 8 vetra rauð blesóttan, undan Fligli frá Stórási og Sigurós frá Söðulsholti og Svandís mert með gulu. Engunir fyrir Sigrúnu Freyju og Vökur 8,15, 8,10, 8,25, 8,28 og 8,20, gerir 8,20. Sigursteinn og Búi hljóta 8,20, 8,08, 8,15, 8,30 og 8,23, gerir 8,19. Og þá búið að loka vellinum og þið hefjið keppni á hægutölti, gjörði svo vel. Og Aron Dýru og Sunna hljóta 8,30, 8,40, 8,30, 8,48 og 8,48, gerir 8,39 og það 5. sætið eins og 14. holl ætla svo vera tilbúið, þar Helga Rún og Drottning og Valdís Mist og Nota. Og þið megið hægja niður, þetta komið á hægutölti, þið hægja niður og þið snúið við. Og þið sýnið okkur fegurðartölt upp á vinstri hönd, gjörði svo vel. Þetta komið, takk fyrir, þið megið hægja niður. Og þá 2 hol eftir í þessum barnaflokki og þá vindum við okkur í úlingana. En í næsta holli, í því 14. að koma Helga Rún Sigurðardóttir úr Fáki og Drottning frá Íbishóli 14 vetra rauð, undan Úrska Steini frá Íbishóli og Fegurðardís frá sama stað og Helga Rún mert með rauðu. Þá kemur Valdís Mist Eyjólfsdóttir úr Fáki og Hnota frá Þingnesi, 8 vetra jörp, undan Arjóni frá Eystra Fróðholti og Spá frá Þingnesi og Valdís mert með gulu. Og ég ætla að biðja þig, Svala Björk, að koma við í fótaskoðun. Einkunnir fyrir Svölu og Eindísi eru 8,45, 8,53, 8,38, 8,70 og 8,53, gera 8,52 og það 3. sætið eins og
Svandís Svava og Fleygur hljóta 8,10, 8,10, 8,13, 8,23 og 8,15 gerir 8,14. Svo ætla ég að bíða 15 á síðasta hollefri tilbúið, það eru Helgi Björn og Silfra og Helgi Hrafn og Gjálp. Það búið að loka vellinum, þið hefjið keppni á hægu tölti, gjörið þið svo vel. Og þið megið hægja niður. Þið hægja niður og þið snúið við. Þið sýnið okkur fegurðar tölt upp á vinstri hönd, gjörið svo vel. Þetta komið, takk fyrir, þið megið hægja niður. Þá eitt hol eftir, það eru nafnarnir úr Geysi, Helgi Björn Guðjónsson og Silfra frá Syðri Hömrum 3, 7 vetra grá, undan Jökli frá Rauðalæk og Irpu frá Súluholti, Helgi Björn merktur með rauðu og Helgi Hrafn Sigvaldason úr Geysi og Gjálp frá Miðkoti, 8 vetra brún, undan Speli frá Njarðvík og Atorku frá Miðkoti og Helgi Hrafn merktur með gulu. Þið passið bílinn, strákar, svona, ef að Helgi Björn, hann setur þannig upp á tölt, fyrir upp á vinstri hönd, svona, já, og svo kemur Helgi Hrafn, glæsilegt, og það má loka vellinum. Og þið hefjið keppni á hægu tölti, gjörið svo vel. Og einkunnir úr síðasta holli,
Helga Rún og Drottning hljóta 8,28, 8,30, 8,35 og 8,63 og 8,48 gerir 8,41, það er 7. sætið. Og Valdís Mist og Hnota hljóta 8,28, 8,28, 8,53, 8,48 og 8,43. Það er 8,40 og 7. sætið eins og er. Og þetta er komið að hægu tölti, strákar, þið megi hægja niður og ég ætla aðeins að greiða úr ykkur, þannig að Helgi Hrafn, kom þú bara aðeins lengra, kom þú lengra inn á langliðina áður en að þú á og Helgi Björn snýr við. Ekki fara af stað, Helgi Björn, þú heldur áfram á feti og Helgi Hrafn má fara að snúa við þarna. Þá ætlið þið að sýna okkur fegurðar tölt upp á hægri hönd, gjörið svo vel. Þetta er komið, strákar, takk fyrir, þið megið hægja niður. Og þar með lauk forkeppni í gæðingatölti í barnaflokki. Nú við erum komin núna 17 mínútur á eftir áætlun. Og við vindum okkur bara beint í úlingaflokkin eftir að ég les upp einkunnir og svo vindum við okkur beint í úlingaflokkin þegar við fengið einkunnir frá dómurum. Því þeir verða nú að geta skipt grein. Býttu aðeins, Hákon, ég er ekki búin að kalla því í braut, elsku kallinn minn, þú verður að snúa við, ég er ekki búin að kalla því í braut. Einkunni fyrir Helga Björn og Silfrur 8,0, 8,23, 8,13, 8,30, 8,15, gerir 8,16, Helgi Hrafn og Gjálp hljóta 8,25, 8,25, 8,25, 8,28 og 8,33, gerir 8,27 og 13. sætið. Nú í B-úrslitin á eftir. Já, og þá ætlum við að vinda okkur í úlingaflokkin. Nú eru dómarar búnir að skipta grein og þá máttur í því braut Hákon Þór Kristinsson úr Geysi og Nökkvi frá Litlu Sandvík, 11 vetra Móaláttur undan Dökkva frá Ingólfsskóli og Ösp frá Litlu Sandvík. Og þú mátt hefja keppni á hægu tölti, gjörðu svo vel.
Býttu nei, þá bara hægðu niður Hákon, það bara einn í braut. Augnablik, þetta aðeins hérna, ég með einhverjar vitlausar upplýsingar hérna hjá mér, bið ykkur innilegar afsökunar á því. Og ég nú sjá, já fyrirgefið, ég ekki með réttan ráslista hérna í höndunum, þannig að Eivur Vaka á að vera með Hákonni inn á og Edda frá Bakkakoti. Hún komin þarna, þannig að þá byrjum við bara aftur og þið sýnið okkur hægt tölt, gjörið svo vel. Og þið ætlið að hægja niður og snúa við. Og þið, já, hún ætlar að snúa við. Og þið sýnið okkur fegurðar tölt upp á hægri hönd, gjörið svo vel. Og þetta komið, þið með hægja niður, Þetta voru Hákon Þór og Eivur Vaka og Edda frá Bakkakoti. Og þá næsta holli, númer 2 Sól Jónsdóttir úr Snæfyllingi og Öngull frá Bergi, 11 vetra rauð skjóttur vindhærður, undan Lukkuláka frá Stóra-Vatnsskarði og Hríslu frá Naustum og merkt með rauðu. Hrafnhildur Rán Elvarsdóttir kemur næst, keppir fyrir hring, situr Sigurey frá Flekkudal, 15 vetra jarpa, undan Sólbjarti frá Flekkudal og Villimey frá Snartartungu og Hrafnhildur Rán merkt með gulu. Og þriði knappinn Elía Apanskeiti úr Mána, setur Sopni frá miðsitju, 21 vetra brún stjörnóttar undan Hágangi frá Narfastöðum og Sunnuvi frá miðsitju.
Einkunnir fyrir Hákon Þór og Nökkva eru 8,08, 7,65, 7,98, 7,75 og 8,10 gerir 7,91 og Eivur Vaka og Edda hljóta 8,13, 8,33, 8,20, 8,35 og 8,23 gerir 8,25. Nú, í B-úrslit í barnaflokknum, hérna áðan, eiga mæta Valdís Mist Eyjólfsdóttir og Hnota frá Þingnesi. Aron Dýru Guðmundsson og Sunna frá Rauðalæk, Birna Rós Einarsdóttir og Alma frá Breiðholti í Flóa, Hrafnar Freyr Leósson og Heiðar frá Álfhólum, Eva Dögg Mógard Ólafsdóttir og Eldey frá Miðkoti, Vigdís Björk Sveinbjörnsdóttir og Harka frá Skógarási, Helgi Hrafn Sigvaldason og Gjálf frá Miðkoti og Kristján Fjelsted og Svartöði frá Ferjukoti. Þið hefði keppni á hægu tölti, gjörið svo vel. Og ég ætla að biðja þá knapa og forráðamenn að athuga það að ef það eru einhverjir sem ætla ekki að ríða úrslit í þessari grein, hvort sem að það eru A- eða B-úrslit, að láta okkur vita alveg sem allra fyrst. Nú, eins og ég segi, ég ætla að biðja forráðamenn að vera alveg með það á hreinu ef þið ætla ekki að ríða úrslit í þessum greinum að láta okkur vita sem fyrst, því að þá breytist röðin. Þið ætlið að hægja niður hins vegar stelpur og þið ætlið að snúa við. Já, ég ætla að lesa upp aftur hverjir að mæta hér í B-úrslitin á eftir. Það er hún Aldís Emilía Magnúsdóttir og Elja frá Birkihlíð, Kristján Fjelsted og Svartöði frá Ferjukoti, Helgi Hrafn og Gjálf frá Miðkoti, Vigdís Björk Harka frá Skógarási. Þið ætlið allar að snúa upp á hægri hönd og þið sýnið okkur fegurðartölt. Fegurðartölt, gjörið svo vel. Vigdís Björk og Harka frá Skógarási, Eva Dögg og Eldey frá Miðkoti, Hrafnar Freyr og Heiðar frá Álfhólum, Birna Rós og Alma frá Breiðholti í Flóa og Aron Dýru og Sunna frá Rauðalæk. Þeir sem fara í A-úrslit eru Valdís Mist og Hnota frá Þingnesi, Helga Rún og Drottning frá Íbishóli, Oliver Síren og Gróa frá Þjóðólfshaga, Hilmir Páll og Grímur frá Skógarási, Svala Björk og Eindís frá Auðsholtshjáleigu, Viktoría Huld og Þinur frá Enni og Kristín Rutt og Straumur frá Hofstöðum í Garðabæ. Og þið megið hægja niður, þetta komið. Núna á þetta vera allt komið rétt inn í Horstey, úrslitin úr gæðingatöltinu í barnaflokknum. Og þið skoðið það og látið okkur vita sem allra fyrst ef það er einhverju sem ríða ekki úrslit í þessari grein. En í næsta holli að koma Ida Mekkin Lindsdóttir, Hortfirðingur og situr Röskvu frá E1. 10 vetra brúna, undan Hreyfli frá Vorsabæ 2 og Sprengju frá E1, Lilja Guðrún Gunnarsdóttir úr Spretti og Þula frá Syðstu Fossum 12 vetra rauð, undan Maríusi frá Hvanneyri og Fló frá Syðstu Fossum og Eik Elvarsdóttir úr Geysi og Valur frá Stangalæk 1 7 vetra brúnn, undan Kveiki frá Stangalæk 1 og Vordísi frá Kjarnholtum 1. Ég ætla að biðja þig Hrafnhildur Ránum að koma við fótaskoðun á leiðinni tilbaka. En Sól og Öngull hljóta 8,05, 7,65, 7,90, 8,13, 8,25, gerir 8,0. Elía
Og Sofnir hljóta 8,23, 8,28, 8,25, 8,35 og 8,40 gerir 8,30 og Hrafnhildur Rán og Sigurey hljóta 8,03, 8,13, 8,03, 8,23 og 8,25 gerir 8,13. Þið megi hefja keppni á hægu tölti, gjörið svo vel. Og þið megið hægja niður, stelpur, og ég ætla að biðja þig, Lilja, að halda aðeins áfram áður en þú snýrð við. Haltu aðeins áfram, Eik, þú snýrð við og Ída, þú mátt fara að snúa við. Þið ætli bara að halda áfram á feti. Þangað til ég búin að snúa henni Lilju Guðrúnu við, sem er svona það bil núna. Þú mátt fara að snúa við þarna, Lilja. Glæsilegt. Þá förum við í næsta atriði. Það er fegurðar tölt upp á vinstri hönd, gjörið svo vel. Og þið megi hægja niður, þetta er komið. Nú ég fengi þær upplýsingar frá mótstjórn, þið megi hægja niður að það er seinkun á úrslitunum í gæðingatöltinu. Barnaflokkurinn hefst klukkan 20:30 og þá væntanlega og svo 20:50 gæðingatölt úlinga. Þannig að það er seinkun 20 mínútur eða svo, þannig að það sé allir með það á hreinu. Já, þetta var þriðja hol og Eik Elvarsdóttir ætlar að koma við í fótaskoðun á leiðin tilbaka. Kristín Eir Hauksdóttir Hólakeborgfirðingur er í næsta holi þegar fjórða, situr Þokka frá Skáni, 12 vetra Jarpan undan Skörungi frá Skáni og Sirpu frá sama stað. Kristín er merkt með rauðu. Máriði Braut, Hildur María Jóhannesdóttir úr Jökli, situr Loga frá Signaskarði, 7 vetra Jarp Skjóttan undan Ísaki frá Þjórsárabakka og Kveikju frá Signaskarði og Hildur María merkt með gulu og Una Björt Valgarðsdóttir úr Sörla, situr Heljar frá Fókshólum, 12 vetra Brúnan undan Víkingi frá Ási 2 og Heiði frá Stokkseyrarseli og Una Björt merkt með grænu. Hún er Una Björt að koma. Og mér vantar einkunnir frá þriðja dómara. Þarna komu þær.
og það verið að loka vellinum. Þið hefja keppni á hægu tölti, gjörið svo vel. Engunir fyrir Ídu, Mekkin og Rösku eru 8,45, 8,33, 8,28, 8,48 og 8,43, gerir 8,39. Það annað sætið eins og Lilja Guðrún og Þula, hljóta 7,58, 7,75, 8,13, 8,03 og 8,05, gerir 7,91. Og Eik og Valur hljóta 8,65, 8,60, 8,45, 8,75, 8,63, gerir 8,62 og það fyrsta sætið eins og Og þetta komið á hægu tölti, þið megi hægja niður og þið snúið við. Og þið sýnið okkur fegurra tölt upp á hægri hönd, gjörið svo vel og ég ætla að biðja 5. holl að vera tilbúið. Elva Rún, Súsanna Guðlaug eru í 5. holli. Og þetta komið, þið megi hægja niður. Nú okkur vantar hana Súsannu Guðlaugu í uppbytunarhring. Súsanna Guðlaug og Ronja frá Rýp. Ertu hérna eitthvað staðar? En þetta var holl númer 4 og við fáum 5. hollið í braut. En þar af hún Súsanna Guðlaug Halldórsdóttir, Skagfirðingi, að koma. Og svo ætlar 7. holl að vera tilbúið, Fríða Hildur og Bjarni, þá Jórunn Edda og Hilmar Þór. Þarna kemur hún, Súsanna Guðlaug Halldórsdóttir og Ronja frá Rýp 3, 11 vetra rauð stjörn, Norðutar Róða frá Garði og Glóð frá Rýp 3. Mert með rauðu og Elva Rún Jónsdóttir úr Spretti og Hraunar frá Vorsabæ 2, 13 vetra bleikálottur undan Hreyfli og Hrinu frá Vorsabæ 2 og hún mert með gulu. Hún komin þarna, hún Elva Rún, og svo kemur hún Guðlaug, Súsanna Guðlaug þarna á eftir. Og þá lokum við vellinum og þið hefjið keppni á hægu tölti, gjörið svo vel. Engunir úr síðasta holli, Kristín Eir og Þokki, hljóta 8,33, 8,30, 8,30, 8,30, 8,33, gerir 8,31, það 4. sætið eins og Hildur María og Logi hljóta 8,40, 8,38, 8,45, 8,40, 8,43, gerir 8,41, það gerir annað sætið eins og og Una Björt og Heljar hljóta 8,25, 8,25, 8,33, 8,38 og 8,33, gerir 8,31 og það 5. sætið eins og
Og þetta komið stelpur, þið megi hægja niður. Þið snúið við. Þið snúið við og sýnið okkur fegurðar tölt upp á vinstri hönd, gjörið svo vel. Læsilegt, takk fyrir, þið megið hægja niður. Þá næsta hol Fríða Hildur Steinarsdóttir. Afsakið, nú ég eitthvað hérna aðeins, Fríða Hildur Steinarsdóttir úr Geysi og tvistur frá Eystra Fróðholti, 14 vetra jarp skjóttur undan þristi frá Feti og von frá Bakkakoti. Ég ætla að biðja þig Súsanna Guðlaug að koma við í fótaskoðun á leiðinni tilbaka og með henni inn á Bjarni Magnússon, Hortfirðingur, situr Pjakk frá Gunnastöðum, 6 vetra Brúnan, undan Kveiki frá Stangarlæk 1 og Lilju frá Gunnastöðum. Einkunnir fyrir Elfurún og Hraunar eru 8,68, 8,43, 8,53, 8,63, 8,68 gerir 8,59 og það annað sætið eins og Súsanna Guðlaug og Ronja hljóta 8,35, 8,35, 8,25, 8,45, 8,35 gerir 8,35 þó það 5. sætið eins og Jæja, þá það upp á hvora höndina þið ætlið að vera. Vinstri hönd það ekki? Bjarni, ertu skráður upp á hina hendina? Hægðu niður, Fríða. Þið eru skráð upp á vinstri hönd. Skráð upp á vinstri hönd. Og þá ætlið þið að hefja keppni á hægu tölti, gjörið svo vel. Og Jórunn Edda og Hilmar Þór ætla að vera tilbúin í næsta holli. Og þið megi hægja niður. Hilmar Þór. Hilmar Þór ekki mættur inn á uppbytunarvöll til að fá merkingu? Þið megi snúa við. Fríða og Bjarni. Þið snúið við.
og þið sýnið okkur fegurðartöld upp á hægri hönd, gjörið svo vel. Og Jórunn Edda og Hilmar Þór ætla svo að vera tilbúin í næsta holli. Hilmar Þór vinsamlegast beðinn að gefa sig fram í við merkingar fólk sem fyrst. Og þið megi hægja niður, þetta komið, takk fyrir, þið megi hægja niður og þetta var hol númer 6 og við erum að fara í það 7. og ég held að það sé komin meiri seinkun. Við byrjum úrslitin í barnaflokki 2040. 2040 úrslit í barnaflokki gæðingatölti B-úrslit. En þá kemur hún Jórunn Edda Antonsdóttir og Jaðar frá Hvolsvelli. 7 vetra gamall, rauð skjóttur að lit, undan ljósvaka frá Valstríti og Vordísi frá Hvolsvelli og Jórunn Edda merkt með rauðu. Með henni inn á Hilmar Þór Þorgeirsson, setur fötu frá Ármóti, 8 vetra bleika, undan Sæ frá Bakkakoti og Ariel frá Hafnarfirði og Hilmar Þór keppir fyrir Borgfirðing og merktur með gulu. En einkunnir fyrir Fríðu og Tvist eru 8,30, 8,15, 8,20, 8,33 og 8,33 gerir 8,26. Og það er búið að loka vellinum og þið hefði keppni og hægu tölti, gjörið svo vel. Bjarni og Pjakkur hljóta á 7,93, 8,05, 7,78, 8,0 og 7,93 gerir 7,94. Og þetta komið af hægu tölti, þið hægið niður og Jórunn haltu aðeins áfram áður en að þú snýrð við og Hilmar þú mátt fara að snúa við þarna. Og það er bara ágætt að snúa við þarna cirka, Jórunn. Og þá sýnið okkur fegurðartöld upp á vinstri hönd, gjörið svo vel. Og Sigríður Fjóla og Hákon Þór ætla að vera tilbúin í næsta holli.
Þakka ykkur fyrir, þið megið hægja niður. Þið megið hægja niður og þá er 8. hol næst í braut. Það er Sigríður Fjóla Aradóttir úr Herði, situr Hrímni frá Hvítárholti, 14 vetra gráan undan Kletti frá Hvammi og Ósk frá Hvítárholti og Sigríður er mert með rauðu. Og Hákon Þór Kristinsson úr Geysi situr Segur frá Litlu Sandvík, 11 vetra bleikan undan Dökkva frá Ingólfshvoli og Þóru frá Litlu Sandvík og Hákon er mertur með gulu. Einkunnir fyrir Jórunni, Eddu og Jaðar eru 8,45, 8,58, 8,33, 8,50 og 8,55 gerir 8,48 og þriðja sætið eins og er. Og Hilmar Þór og Fata hljóta 8,10, 8,20, 8,23, 8,38, 8,25 gerir 8,23. Viktor Leifsson ætlar svo að vera tilbúinn þar í 9. holi sem og Hrafndís Alda. En það er búið að loka vellinum, þið hefji keppni á hægu tölti, gjörið svo vel. Og þetta er komið á hægu tölti, þið megið hægja niður og snúa við. Og þið sýnið okkur fegurðar tölt, gjörið svo vel. Og þið megið hægja niður, takk fyrir. Þetta var hol númer 8. Ég ætla að biðja þig Sigríður Fjóla að koma við fótaskoðun og leiðinni tilbaka. Ég ætla að biðja 9. holum að ríði braut, Viktor Leifsson úr Fáki og Glaður frá Mýkjunesi 2, 16 vetra brúnn, undan Gaumi frá Ísholtshjáleigu og Elju frá Þingerum og Viktor er mertur með rauðu. Og Hrafndís Alda Jensdóttir úr Sörla, situr Kráku frá Geirmundarstöðum, 14 vetra rauð skjótta undan Sægreifa frá Múla og Hervöru frá Geirmundarstöðum og Hrafndís er mert með rauðu. Hrafndís Alda
Hrafndís Alda þarna út á uppbytunarvelli. Þarna kemur hún. Glæsilegt. Og það búið að loka vellinum og þið hefjið keppni á hægu tölti, gjörið svo vel. Einkunnir fyrir Sigríði Fjólu og Hrímnir og 8,0, 7,85, 8,05, 7,28 og 8,08 gerir 8,05, 8,28, 8,08, 8,05 í meðalengun. Já. Hákon Þór og Segull hljóta 7,88, 8,20, 8,28, 8,33, 8,35 gerir 8,21. Og þetta komið að hægu tölti, þið megi hæja niður og snúa við. Og þið sýnið okkur fegurðar tölt upp á vinstri hönd, gjörið svo vel. Og þetta komið, takk fyrir, þið megið hæja niður. Þetta var hol númer 9 og við fáum það 10. í braut. Þar kemur Ísabella Helga Játvarsdóttir og ósk frá Ánabrekku, 11 vetra jörp undan aðli frá Nýjabæ og Gná frá Litlubrekku. Og Ísabella keppir fyrir Hörðu og mert með rauðu. Þá kemur Álfheiður Þóra Ágústsdóttir og ljósberi frá Vestra Fíflholti, keppir fyrir Jökul, en ljósberi 10 vetra gamall, rauð stjörnóttur að lit undan ljósvaka frá Valstríti og Hulu frá Vestra Fíflholti og Álfheiður mert með gulu. Einkunnir fyrir Viktor og Glaðir 8,18, 8,28, 8,43, 8,35 og 8,25 gerir 8,30 og 10. sætið eins og Hrafndís Alda og Kráka hljóta 7,78, 7,85, 7,73, 8,10 og 7,93 gerir 7,88. Þið hefjið keppni á hægu tölti, gjörið þið svo vel. 11. hol ætlar svo vera tilbúið, Elísabet Benediktsdóttir og Anita Líf Magnúsdóttir.
og þið megið hægja niður og snúa við. Sýnið okkur, já, ef við bara snúum við báðar upp á vinstri hönd, þá sýnið okkur fegurra tölt upp á vinstri hönd, gjörið svo vel. Eins og staðan núna, þá þarf 8,13 til að komast í A-úrslit og 8,31 til að komast í B-úrslitin. Nei, afsakið, 8,31 til að komast í A-úrslitin og 8,13 til að komast í B-úrslitin. Þetta komið, takk fyrir, þið megið hægja niður. Megið hægja niður, takk fyrir þetta. Þetta var hol númer 10. Við fáum 11. hol í braut. Það Elisabeth Benediktsdóttir og Djást frá Tungu 7 vetra brún undan Draumi frá Breiðstöðum og Sóldísi frá Tungu. Elisabeth keppir fyrir Sörla og mert með rauðu. Með henni inn á Anetta Líf Magnúsdóttir úr Herði, hún setur Póker frá Gullbringu, 7 vetra brúnan, undan Kerúl frá Kollaleiru og Trúbrot frá Miðhjólegu og Anetta Lífi mert með gulu. Einkunnir fyrir Ísabellu, Helgu og Ósk eru 8,05, 8,15, 8,05, 8,30 og 8,13 gerir 8,14. Og Álfheiður Þóra og Ljósberi hljóta 8,33, 8,43, 8,45, 8,48 og 8,53 gerir 8,44 og það er 4. sætið eins og er. Ég ætla að biðja þig, Álfheiður Þóra, að koma við fótaskoðun. Og það er búið að loka vellinum. Þið hefjið keppni á hægutölti, gjörið svo vel. Og þá ætlið að hægja niður. Þið ætlið að hægja niður og snúa við. Og þið sýnið okkur fegurra tölt upp á hægri hönd, gjörið svo vel.
Og þetta komið, takk fyrir, þið megið hægja niður. Og ég ætla bara að ítreka það að við hefjum úrslit í barnaflokki 2040. Klukkan 20:40 hefjum við B-úrslit í barnaflokki. En það eitt hól eftir í þessum úlingaflokki fórkeppni. Þar kemur fyrst Hrafnhildur Rán Magnúsdóttir. Elvarsdóttir, afsakið, ég fór línuvilt þarna bara allt í einu. Hrafnhildur Rán Elvarsdóttir, keppir fyrir hring, situr Hróbjart frá Hraunholti. 14 vetra Bleikalottan undan Sólbjarti frá Flekkudal og Hetju frá Hörgshóli og Hrafnhildur merkt með rauðu. Og með henni Ásdís Mist Magnúsdóttir úr Fáki, situr Ágætt frá Austurkoti, 12 vetra rauð skjótta undan Borða frá Fellskoti og Ófylju frá Austurkoti og Ásdís Mist merkt með gulu. Og einkunnir fyrir Elsabetu og Djásn eru 8,05, 8,18, 8,28, 8,28 og 8,13 gerir 8,18 og Anita Líf og Póker hljóta 7,88, 7,90, 7,85, 8,10 og 8,05 gerir 7,96. Og það búið að loka vellinum, þið hefjið keppni á Hægutölti, gjörið svo vel. Og þið megið hægja niður, þetta komið af Hægutölti. Þið snúið við. Og þið sýnið okkur fegurðartölt upp á hægri hönd, gjörið svo vel. Og þetta komið, takk fyrir stelpur, þið megið hægja niður. Og þar með lauk fórkeppni í gæðingatölti í úlingaflokki og við hefjum B-úrslit í barnaflokki, gæðingatölti klukkan 20:40 eða eftir 14 mínútur. Og í þau úrslit eiga mæta Aldís
Emilía Magnúsdóttir og Elja frá Birkihlíð, Kristján Fjellsteð og Svarthöði frá Ferjukoti, Helgi Hrafn Sigvaldason og Gjárp frá Miðkoti, Vigdís Björk Sveinbjörnsdóttir og Harka frá Skógarási, Eva Dögg Mógard Ólasdóttir og Eldey frá Miðkoti, Hrafnar Freyr Leósson og Heiðar frá Álfhólum, Birna Rós Steinarsdóttir og Alma frá Breiðholti Flóa og Aron Dýru Guðmundsson og Sunna frá Rauðalæk. Einkunnir fyrir Hrafnhildi og Hróbjart eru 7,98, 8,08, 7,98, 8,18 og 8,25, gerir 8,09 og Ásdís Mist og Ágæt hljóta 8,20, 8,48, 8,25, 8,48 og 8,40, gerir 8,36. Og það 7. sætið. En þá það þannig að í 15. sæti og í B-úrslit eru Hilmar Þór Þorgeirsson og Fata frá Ármóti með 8,23, 14. sæti og Eivur Vaka og Edda frá Bakkakoti með 8,25, Fríða Hildur og Tvistur í 13. sæti með 8,26, Viktor Leifsson og Glaður eru í 12. sæti með 8,30 sem og Elja Apanskeite og Svafnir frá Miðsitju með 8,31 en þá með betri aukastaf. Í 11. sæti, 10. sæti Una Björt Valgarðsdóttir og Heljar frá Fákshóli með 8,31, Kristín Eir Hauksdóttir Hólagi og Þokki frá Skáni í 9. sæti með 8,31 einnig og Súsanna Guðlaug Halldórsdóttir og Ronja frá Rýp 3 með 8,35 í 8. sæti. Þetta þeir 8 knappar sem mæta í B-úrslitin hér á eftir þegar að barnaflokkurinn hefur lokið sinni keppni. En í A-úrslitin fara Ásdís Mist og Ágæt frá Austurkoti með 8,36, Ída Mekkin og Röskva með 8,39, Hildur María og Logi frá Signaskarði með 8,41, Álfheiður Þóra og Ljósberi frá Vestra Fíflholti með 8,44, Jórunn Edda og Jaðar frá Kolsvelli með 8,48, Elva Rún og Hraunar frá Vorsabæ 2 með 8,59 og efst eftir forkeppnin Eik Elvarsdóttir og Valur frá Stangalæk 1 með 8,62. En núna gerum við smá hlé og förum í B-úrslit í gæðingatölti barnaflokki klukkan 20:40.
Þá þetta að skella á núna eftir rétt rúma 1,5 mínútu. Allir knapar mættir og búnir að fá réttan lit. Aldís Emilía, Kristján Helgi Hrafn, Vigdís Björk, Eva Dögg, Hrafnar Freyr, Birna Rós og Aron Dýru. Nú vil ég að eru allir knapar búnir að fá sinn rétta lit. Við lýsum eftir Aroni. Hvor vantar Aron? Kemur, hann sýnist mér alveg á öðru 100. Og þá klukkan að slá 20:40 og við köllum fyrsta knapa í braut. Það hún Aldís Emilía Magnúsdóttir, keppir fyrir Dreyra, situr Elju frá Birkihlíð 10 vetra gráa, undan Æsi frá Efrahreppi og Virðingu frá Birkihlíð og Aldís ert með rauðu og þú mátt ríða í braut. Þá kemur Kristján Fjellsteð, Borgfirðingur, situr Svarthöfða frá Ferjukoti 7 vetra brúnan, undan Sólóni frá Skáney og Alrúnu frá Nýjabæ og Kristjáni mertur með gulu. Helgi Hrafn Sigvaldason kemur næstur, hann Geysisfélagi, situr Gjálpfróng miðkoti 8 vetra brúna, undan Speli frá Njarðvík og Atorku frá miðkoti og Helgi mertur með grænu. Þá kemur Vigdís Björk Sveinbjörnsdóttir úr Herði, situr Hörku frá Skógarási, 13 vetra brún stjórnótta, undan Prins frá Njarðvík og Perlu frá Eyrarbakka og Vigdís Björk mert með bláu. Þá kemur Eva Dögg Mógard Ólafsdóttir úr Geysi, situr Eldeyju frá miðkoti 7 vetra Jarpa, undan Fálka frá miðkoti og Enju frá miðkoti og Eva Dögg mert með hvítu. Þá kemur Hrafnar Freyr Leósson úr Fáki, situr Heiðar frá Álfhólum 9 vetra rauðan, undan Eyvari frá Álfhólum og Iðunni frá Dalsmynni og Hrafnar Freyr mertur með svörtu. Þá kemur Birna Rós Steinarsdóttir úr Geysi, situr Ölmu frá Breiðholti Flóa 9 vetra brúna, undan Hrannari frá Flugumýri 2 og Gunnvöru frá Miðsitju og Birna Rósi mert með bleiku. Og þá kemur Aron Dýru Guðmundsson úr Geysi, situr Sunnu frá Rauðalæk 6 vetra brúna, undan Spaða frá Stuðlum og Snúru frá Rauðalæk og Aron mertur með appelsínu gulu. Og bilin bara ásættanleg, allir komnir í braut og þá hefjum við þessi bíóslíti gæðingatölti barna á þessu Íslandsmóti 2025. Gjörið svo vel, þið sýnið okkur hægt tölt upp á vinstri hönd. Og þetta komið upp á vinstri hönd, þið hægið niður
og þeir snúið við. Komdu aðeins lengra, má ég sjá hver hérna á skamliðinni á blá. Það hún Vigdís. Já, svona má ég sjá, þetta ekki allt í toppstandi. Ekki fara á stað strax, allir að halda áfram á feti. Halda áfram á feti, Aron. Halda áfram á feti. Stoppa þú aðeins, Aldís. Hæg þú aðeins á þér og svo förum við af stað á hægu tölti upp á hægri hönd. Gjörið svo vel. Og þetta komið, þið megið hægja niður. Nú lagið þið aðeins spilin og dundið ykkur við það og svona og þú heldur til dæmis áfram út á skamliðin áður en að þú snýrð við. Þú snýrð við núna, Aldís. Og þú ætlar að snúa við Hrafnar. Hrafnar, þú ætlar að snúa við og þú líka, Birna, við ætlum ekki að vera í einum hnapp. Þið ætlum bara að hægja niður á fet, snúa við upp á vinstri hönd. Allir að snúa upp á vinstri hönd og hægja niður á fet. Við ætlum að lesa upp einkunnir fyrir hægt tölt. Svo haldið þið bara áfram að feta. Ef ykkur finnst þið þurfa aðeins að greiða betur úr ykkur, þá gerið þið það. Nú vantar mig bara 4. dómara fyrir gangtegund og 3. dómara fyrir stjórnun og ásetu. Aldís, Emilía og Elja hljóta fyrir hægt tölt 8,10, 8,30, 8,30, 8,30, 8,20, gera 8,24. Kristján og Svarthöði hljóta 8,20, 8,20, 8,30, 8,30, 8,30, gera 8,26. Helgi Hrafn og Gjálp hljóta 8,20, 8,30, 8,0, 8,30, 8,20, gerir 8,20. Vigdís Björk og Harka hljóta 8,20, 8,30, 8,20, 8,40, 8,20, 8,26. Eva Dögg og Eldey hljóta 8,30, 8,20, 8,10, 8,20, 8,20, gerir 8,20. Hrafnar Freyr og Heiðar hljóta 8,0, 8,30, 8,20, 8,50, 8,30, gerir 8,26. Birna Rós og Alma hljóta 8,0, 8,4, 8,2, 8,5, 8,22, 8,26 þar. Aron og Sunna hljóta 8,10, 8,40, 8,2, 8,4, 8,3, gerir 8,28. Við ætlum aðeins að laga bilinn betur núna, Hrafnar og Eva sýnist mér þetta að vera. Þú ætlar þá bara að fara fram úr næsta knappa líka, Hrafnar. En ég ætla að lesa upp aðalengun fyrir stjórnun og ásetu.
Aldís, Emilía og Elja hljóta 8,34, Kristján og Svarthöfði einnig 8,34, Helgi Hrafn og Gjálp 8,30, Vigdís Björk og Harka 8,30, Eva Dögg og Eldey 8,28, Hrafnar Freyr og Heiðar 8,34, Birna Rós og Alma 8,36 og Aron Dýru og Sunna 8,38. Þá eru bilin bara mjög góð hjá ykkur krakkar, þið sýnið okkur fegurðartölt upp á vinstri hönd, gjörið svo vel. Og þetta komið upp á vinstri hönd, þið megið hægja niður og nú skulum við bara taka okkur smá tíma í að skipta hönd, ég þarf nú aðeins að laga ykkur hérna á skamliðinni. Já, og Aron, þú bara ferð að snúa við og Hrafnar, þú heldur bara aðeins áfram inn í beygjuna og þú, nú sé ég ekki hverju þarna fyrir aftan Hrafnar og þú mátt snúa við. Er þetta grænn? Getur þetta verið að sé grænn? Helgi, já, hann er Helgi og þá allir og þátna færið að snúa við Hrafnar. Allir upp á allir á feti, ekki fara á stað fyrir en að ég gef ykkur fyrirmæli. Allir komnir upp á hægri hönd. Já, það held ég nú allt klárt, allir tilbúnir, stilla takkaborðið og sín okkur fegurðartölt, frjálsa ferð upp á hægri hönd, gjörið svo vel. Já, það held ég nú glæsilegt hjá ykkur, takk fyrir, þið megið hægja niður. Þið ætli núna að safnast saman þarna hjá fyrir framan dómarana, þar sem þeir koma og skoða hjá ykkur og svo búnað og svo ætlum við að verðlaunaafhendingin hérna, hvað segir við, á vestari skamliðinni sem hann Kristján er að lenda núna. Sem sagt, já, ég nú að vissum að þið eru jafn áttavilt og ég hérna, en það sem að Kristján er núna verður verðlaunaafhendingin og Katla framkvæmdastjóri mót stjórnar ætlar að taka þar á mót ykkur. Þið ætlið að skila böndunum þarna, en þið lallið ykkur svo þannig áttina inn á langhliðina til dómarana. Þeir ætla að kíkja á ykkur og heilsa upp á ykkur og við ætlum að lesa upp einkunnir fyrir tölt á frjálsum hraða hljóta Aldís, Emilía og Elja. 8,20, 8,30, 8,20, 8,30, 8,30, gerir 8,26. Kristján og Svarthöfði hljóta 8,30, 8,30, 8,30, 8,40, 8,50, gerir 8,36.
Helgi Hrafn og Gjálp hljóta 8,3, 8,3, 8,4, 8,4, 8,4, gera 8,36. Vigdís Björk og Harka hljóta 8,2, 8,0, 8,2, 8,3, 8,3, gera 8,20. Eva Dögg og Eldey hljóta 8,5, 8,4, 8,4, 8,5 og 8,5, gerir 8,46. Hrafnar Freyr og Heiðar hljóta 8,4, 8,2, 8,3, 8,6, 8,4, gerir 8,38. Og Birna Rós og Alma hljóta 8,3, 8,2, 8,2, 8,3, 8,4, gerir 8,28. Og Aron og Sunna hljóta 8,4, 8,4, 8,3, 8,5 og 8,5, gerir 8,42. Fyrir stjórnun og ásetu á tölti á frjálsum hraða hljóta Aldís og Elja 8,4, 8,4, 8,3, 8,4, 8,4, gera 8,38. Kristján og Svarthöði 8,4, 8,3, 8,4, 8,5, 8,6, gera 8,44. Helgi Hrafn og Gjálp 8,5, 8,4, 8,5, 8,4, 8,5, gera 8,46. Vigdís Björk og Harka 8,1, 8,1, 8,3, 8,3, 8,3, gera 8,22. Eva Dögg og Eldey 8,6, 8,6, 8,3, 8,7, 8,6, gera 8,56. Hrafnar Freyr og Heiðar 8,4, 8,3, 8,2, 8,7, 8,4, gera 8,40. Og Birna Rós og Alma 8,4, 8,3, 8,3, 8,4, 8,5 og 8,3, sem 8,38. Og Aron og Sunna 8,5, 8,6, 8,4, 8,5 og 8,5, gerir 8,50. Þá liggur þetta fyrir. Þið ætlið að sjá þarna Kötlu, hún að koma þarna labbandi inn í hringinn og hún ætlar að labba hér í áttina skamliðinni sem að velunafningin fer fram og þið ætlið að feta á stað í áttina til hennar. Allt í toppstandi hjá ykkur. Þá ætlið að hinkra þarna aðeins augnablik því í 15. sæti með 8,24 Vigdís Björk Sveinbjörnsdóttir og Harka frá Skógarási. Nú ætlar hún Katla að rjaða ykkur eitthvað fallega upp, njóta sína snilli í það. Í 14. sæti Aldís Emilía Magnúsdóttir og Elja frá Birkihlíð með 8,30. Í 13. sæti Birna Rós Steinarsdóttir og Alma frá Breiðholti í Flóa með 8,32. Í 13. sæti Birna Rós Steinar, og í 12. sæti Helgi Hrafn Sigvaldason og Gjálp frá Miðkoti með 8,32. Í 11. sæti Hrafnar Freyr Leósson og Heiðar frá Álfhólu með 8,35. Með sömu einkunn 8,35 en betri á fleiri aukastöðu með Kristján Fjellsteð og Svarthöði frá Ferjukoti. Einnig með 8,35 og svo standaðu eftir Geysisfélagarnir 2, Eva Dögg Mógard Ólafsdóttir og Eldey frá Miðkoti. Og Aron Dýru Guðmundsson og Sunna frá Rauðalæk. 9. sætið með 8,38 og 8. sætið, sá sem fer upp í áslitin, með 8,39. Það munar 0,01 á milli ykkar. Þannig að núna ætlar Eva Dögg Mógard Ólafsdóttir og Eldey frá Miðkoti að fá verðlaun fyrir 9. sætið með 8,38 á sigurvegarinn og fer upp í B-áslitin, kemur aftur á sunnudaginn. Hann Aron Dýru Guðmundsson og Sunna frá Rauðalæk með 8,39. Það gat nú ekki verið minni munur en það.
Þá að gera taka myndir og svo ætlið þið að fara hérna upp á vinstri hönd, það ekki bara út af, og áhorfendurnir sem hann í brekkunni ætla að gera allt vitlaust. Aron og Sunna held ég megi bara fara á stað og svo koll af kolli, Eva og Eldey, Kristján og Svarthöði, Hrafnar og Heiðar, Helgi, Hrafn og Gjálp, Birnar og svo Alma, Aldís og Elja og Vigdís og Harka. Þannig að fara þau stórglæsilegir krakkar í gæðingatölti í B-úrslitum á þessu Íslandsmóti 2025. Innilega til hamingju. Og svo förum við að vinda okkur í úlingaflokkin, hann tilbúinn inn á uppbytunarvelli. Þau ætla að, já, ég held að sé nú í góðu lagi að fara bara eitt hring í viðbót. Það bara að gera njóta augnabliksins. Flott hjá þér, Eva, stórglæsileg til hamingju. En í úlingaflokknum að koma 8 keppendur. Þar kemur fyrstur Hilmar Þór Þorgeirsson, Borgfirðingur, situr fötu frá Ármóti, 8 vetra bleika. Undan Sæ frá Bakkakoti og Ariel frá Hafnarfirði. Hilmar merktur með rauðu og þú mátt ríða í braut. Þá kemur Eivur Vaka Guðmundsdóttir úr Geysi og Edda frá Bakkakoti, 14 vetra bleik álótt skjótt. Undan Braga frá Kópavogi og Rán frá Bakkakoti. Og Eivur mert með gulu. Þar ertu, Eivur mín. Þú getur hægt nýr á, þau að koma þarna. Nú verðum við að láta þetta ganga, krakkar. Nú verðum við að hjálpast við það. Hjálpast að við það. Fríða Hildur Steinarsdóttir úr Geysi, situr tvist frá Eystra Fróðholti afsakið, 14 vetra jarp skjóttan. Undan Þristi frá Feti og Von frá Bakkakoti og Fríða mert með grænu. Viktor Leifsson kemur næstur, Fáksfélagi, situr glað frá Mýkjunesi 2, 16 vetra brúnan, undan Gaumi frá Össoldsjálu og Elju frá Þingarum og Viktor merktur með bláu. Elía Apanskeite úr Mána kemur næst, situr Sopnu frá Miðsitju 21 vetra brún stjörnóttan, undan Hágangi frá Narfastöðum og Sunnefu frá Miðsitju og Elía merkt með hvítu. Una Björt Valgarsdóttir kemur næst, Sörlafélagi, situr Heljar frá Foxhólum 12 vetra brúnan, undan Víkingi frá Ási 2 og Heiði frá Stokkseyrarseli og Una merkt með svörtu. Þá kemur Kristín Hauksdóttir Hólake, Borgfirðingur, situr Þokka frá Skáni 12 vetra jarpan, undan Skörungi og Sirpu frá Skáni og Kristín merkt með bleiku. Nú skulum við halda áfram bara aðeins, við skulum ekki þétta okkur á vellinum, við skulum halda áfram bara á hægu tölti, haltu áfram á hægu tölti, Hilmar. Og þá lokum Súsanna Guðlaug Halldórsdóttir, Skagfirðingur, situr Ronju frá Rýp 3, 11 vetra rauð stjörnótta, undan Róða frá Garði og Glóð frá Rýp 3 og hún merkt með appelsínugulu. Þau eru aðeins svolítið mikið þétt hérna á skamliðinni. Haldið þið áfram, svona já, þá aðeins búið að greiða úr ykkur. Það búið að loka vellinum. Þetta sleppur svona til, en við skulum láta þetta duga núna og svo lögum við þetta á eftir. Það hægt tölt, vinstri hönd, gjörið þið svo vel.
Og við látum þetta duga upp á vinstri hönd. Þannig að nú hægið þið niður og nú þurfum við aldeilis að laga bilin. Hérna, þið eruð öll á langhliðinni hérna nær áravindum. Haltu áfram, Eivör. Haltu áfram. Halt þú áfram líka. Hver þarna hvítur? Elía. Og já, haldið þið öll áfram þarna 3. Við ætlum bara að vera á feti. Þú ætla bara að taka þér rólega Fríða þarna á þínum stað. Þú ætla bara að halda, þið ætli bara, já, þið haldið ennþá áfram stelpur. Eivör. Komdu þú svo áfram á feti, hann í beigjunni, já, allir á feti. Svo máttu fara að snúa við, Elía, þarna, og Eivör að fara að snúa við, svona, nú fer þetta að verða aðeins betra. Ok, allir komnir upp á hægri hönd og við fáum að sjá hægt tölt, gjörið svo vel. Þetta orðið stórglæsilegt að hægu tölti, því megið hægja niður. Og við ætlum að lesa hérna engunir og meðan ég les upp engunir þá ætli þið að laga bílinn og aðeins að greiða betur úr ykkur, þarna sérstaklega á skamliðinni. Og svo ætlum við að snúa upp á vinstri hönd og halda áfram að feta. Engunir fyrir hægt tölt, Hilmar Þór og Fata, hljóta 8,10, afsikið 8,1, 8,3, 8,3, 8,4, 8,2, gera 8,26, Eivör Vaka og Edda, 8,2, 8,3, 8,2, 8,3, 8,3, gera 8,26, Fríða Hildur og Tvistur, 8,2, 8,2, 8,3, 8,4, 8,3, gera 8,28, Viktor og Glaður, 8,1, 8,2, 8,2, 8,2, 8,2, gera 8,18, Elía og Svafnir, 8,2, 8,2, 8,2, 8,2, 8,3, 8,22 þar í meðalengun, Una Björt og Heljar, 8,3, 8,3, 8,5, 8,4, 8,3, gera 8,36, Kristín Eir og Þokki, 8,4, 8,5, 8,4, 8,5, 8,4, gera 8,44, og Súsanna Guðlaug og Ronja, 8,3, 8,3, 8,2, 8,4, 8,4, gera 8,32. Fyrir stjórnun og ásettu á tölti Hilmar Þór og Fata með 8,34, Eivör Vaka og Edda með 8,36, Fríða Hildur og Tvistur með 8,32, Viktor og Glaður með 8,32 einnig sem og Elía og Svafnir 8,32, Una Björt og Heljar 8,46, Kristín Eir og Þokki 8,58 og Súsanna Guðlaug og Ronja með 8,42. Bílin eru bara nokkuð góð hjá ykkur, þið sýnið okkur tölt á frjálsum hraða upp á vinstri hönd, gjörið svo vel.
Og þetta komið upp á vinstri hönd. Og núna ætlum við að nú þau gefa okkur góðan tíma í að laga bílinn og snúa við. Ef setjum mínútu í gang. Fáum pásu hér að Hilmar snúðu við núna bara þarna á punktinum. Og Ívar vaka svo þar á eftir. Við skulum reyna aðeins að greiða betur úr ykkur hann á skamliðinni. Komdu svo upp á hægri hönd Eivör mín, já. Þetta allt að gerast. Haltu áfram, já, svona. Nú þetta allt í standi og svo kolli af stað á feti. Fríða af stað á feti. Og já, þetta allt saman í toppstandi hjá ykkur. Þetta komnir upp á hægri hönd og klárir í næsta verkefni. Það tölt á frjálsum hraða upp á hægri hönd. Gjörið svo vel. Stórglæsilegt hjá ykkur, takk fyrir, þið megið hægja niður. Þetta stórglæsilegt hjá ykkur. Hvað segir brekkan? Hún ekki með á nótunum? Já, ég hélt það. Og þið ætlið svo að safnast saman hana fyrir framan dómarana. Þeir ætla að koma og heilsa upp á ykkur og kíkja á ykkur. Og svo komið í verðlaunaafhendingu hérna á skamliðinni við trén. Það ekki vegi að fara aðeins yfir dagskrá morgundags sem við bíðum eftir einhvernum, en við byrjum 8:30 fyrramálið á 5 gangi úlingaflokki F2. Hann alveg fyrir hádegi og svo 12:40 fyrir við slagtaumatöld. Fyrst í barnaflokki, þá í úlingaflokki og endum daginn fram að hádegismat á tölti. Og endum svo daginn á morgun á gæðingaskeiði. Einkunnir fyrir tölt á frjálsum hraða Hilmar Þór og Fata hljóta 7,9, 8,2, 8,3, 8,3, 8,3, gerir 8,20. Eivör Vaka og Edda 8,2, 8,3, 8,2, 8,3, 8,4, gerir 8,28. Fríða Hildur og Tvistur 8,2, 8,0, 8,3, 8,5, 8,3, gerir 8,26. Viktor og Glaður 8,1, 8,5, 8,5, 8,5, 8,3, gerir 8,38. Elía og Svopnir 8,3, 8,3, 8,4, 8,6, 8,4, gerir 8,40. Una Björt og Heljar 8,0, 8,3, 8,5, 8,4, 8,3, gerir 8,30. Kristín og Þokki 8,5, 8,4, 8,6, 8,6, 8,5, gerir 8,52. Og Súsanna Guðlaug og Ronja 8,5, 8,6, 8,4, 8,6 og 8,4, gerir 8,50. Fyrir ásetustjórnun á tölti og frjálsum hraða Hilmar Þór og Fata 8,2, 8,2, 8,3, 8,3, 8,4, gerir 8,28. Eivör Vaka og Edda 8,4, 8,3, 8,3, 8,4, 8,4, gerir 8,36. Fríða Hildur og Tvistur 8,3, 8,0, 8,4, 8,5, 8,4, gerir 8,32. Viktor og Glaður 8,3, 8,5, 8,5, 8,6, 8,4, gerir 8,46.
Elía og Svafnir 8,4, 8,4, 8,4, 8,6, 8,5 ger 8,46, Una Björt og Heljar 8,3, 8,4, 8,5, 8,4, 8,3 ger 8,38, Kristín og Þokki 8,6, 8,4, 8,6, 8,7, 8,6 ger 8,58 og Súsanna Guðlaug og Ronja 8,6, 8,7, 8,3, 8,7, 8,4 ger 8,54. Og ef allt í topp standi, þá megið þið feta hérna í áttina til hennar Kötlu, hérna í vestari, held þetta sé vestari, eða sé svona suðvestari skamliðinni. Að kom þarna einhver leiðsögumaður og benti þeim á rétta átt, þakka þér fyrir. Í 15. sæti með 8,27 Hilmar Þór Þorgeirsson og Fata frá Ármóti. Í 14. sæti Fríða Hildur Steinarsdóttir og Tvistur frá Eystra Fróðholti með 8,29. Í 13. sæti Eivur Vaka Guðmundsdóttir og Edda frá Bakkakoti með 8,31. Í 12. sæti Viktor Leifsson og Glaður frá Mýkjunesi 2 með 8,34. Í 11. sæti Elía Apan Skeite og Svafnir frá Miðsitju með 8,35. Í 10. sæti Una Björt Valgarðsdóttir og Heljar frá Fáksólu með 8,38. Í 9. sæti Súsanna Guðlaug Halldórsdóttir og Ronja frá Rýp 3 með 8,45 og sigurvegari þessara B-úrslita Kristín Eir Hauksdóttir Hólaki og Þokki frá Skáney með 8,53. Innilega til hamingju með þetta. Og Kristín og Þokki kom aftur á sunnudaginn í áslitin og þá að fá góða mynd af ykkur og þið munið að brosa, fer ykkur töluvert betur. Og svo þegar að þið eru tilbúin og búið að taka ykkur myndir og þá megið þið bara fara hér upp á vinstri hönd og við þökkum ykkur fyrir í dag og innilega til hamingju enn og aftur. Við byrjum svo aftur 8:30 í fyrramálið á 5 gangi. Núna bara ferð þú upp á vinstri hönd, Kristín. Það ætlar ykkur að bara að rölda þetta, já, það líka í góðu lagi. En eins og ég segi við þökkum ykkur fyrir í dag, sjáumst í fyrramálið, hress og kát 8:30 í 5 gangi og svo 12 eftir hádegi. Ég þakka fyrir mig, Elisabeth Sveinsdóttir, þakka fyrir mig í dag og hlakka til að vera með ykkur á morgun.